Það sem kveikti áhuga minn á englafjárfestingum var mín eigin reynsla. Ég stofnaði fyrirtæki fyrir 13 ára síðan og við upplifðum sjálfa að hafa fengið englafjárfesti snemma í okkar vegferð. Og eftir því ævintýri lauk og við seldum fyrirtækið, þá langaði mig til þess að gefa tilbaka. Ég vinn sem tölvuleikjafjárfestir. Ég hef kynnst fjárfestingum og englafjárfestingum í gegnum starf mitt fyrst með Eyri Invest og svo með sjóðnum mínum Behold Ventures. En engill gerðist ég þegar mér bauðst að verða fjárfestir í fyrirtæki sem núna er 8 ára gamalt. Og þá fór ég að læra mismunandi fjárfestingastig, hvað frumkvöðlar þurfa og svo framvegis. Þannig að englafjárfestingar er eitthvað sem ég hef mjög mikinn áhuga á og hef mikið spáð í. Kristófer heiti ég og ég er frumkvöðl og englafjárfestir og fjárfesti fyrst í fyrirtæki hjá vini mínum sem var bara einfaldlega svo frábær forritari að mér langaði einhvern veginn að taka þátt í þessu verkefni með honum. Þetta var það skemmtilegt að mér langar að endurtaka leikinn og því er ég hérna hjá Æspan að kynna mér aðrar hugmyndir og möguleg tækifæri. Ég byrjaði mjög snemma í fjárfestingum og fyrsta fjárfestingin hjá mér var í fyrirtækinu sem ég ætlaði síðan að fara að vinna hjá. Englafjárfestar eru fjársterkir aðilar sem hafa mikinn áhuga á því að fjárfesta í sprotafyrirtækjum en einnig aðstoða þau með reynslu og þekkingu til þess að auka líkurnar á því að þau komast á laggirnar. Það sem ég finnst mikilvægast þegar ég skoða fjárfestingar hugmyndir, það er að tengja svolítið frumkvöðlunum sjálfum og skilja hvaðan hann kemur vegna þess að ef það er eitthvað eitt sem skiptir mestu máli þá er að geta treyst frumkvöðlunum. Ekki búast við að fá neina peninga neitt á næstunni. Maður verður að vera mjög þolinmóður og gefa sér alveg mörg ár í það. Það sem mér finnst kannski skemmtilegast og gefur mér mest í fjárfestingum, hvort sem það eru englafjárfestingar eða fyrir sjóðinn minn, er tækifæri til þess að kynnast frumkvöðlateymunum, til þess að miðla af minni, þekkingu og reynslu og jafnvel tengingum og upplifa það að ég geti verið lítill partur af stóru og löngu og erfiðu ferðalagi. Hugtakið englafjárfestingar er yfirleitt notað til þess að lýsa þessu fyrsta stigi fjármögnunarferli sprotafyrirtækja og kemur yfirleitt inn á sama tíma og styrkir. Þetta eru yfirleitt einu aðilarnir sem eru tilbúnir að setja pening í fyrirtækið mjög snemma. Oft þetta í raun bara einhver hugmynd í kollinum á frumkvöðlunum. Sjóðir til dæmis eru yfirleitt ekki viljugir til að koma inn á því stigi eða mjög fáir. Þegar ég skoða fjárfestingartækifæri þá spá ég fyrst og fremst í vörunni sem á að búa til og hvort það sé markaður fyrir hana nú þegar eða hvort það verði markaður fyrir hana þegar hún kemur á markað. Hvaða vandamál er hún að leysa? Ég horfi líka mikið á stofnendurna. Geta þeir staðið undir öllu því sem felst í því að vera frumkvöðl sem er ansi mikið og getur oft verið rosalega erfitt og krefjandi. Og trúi ég því að teymið á bak við vöruna muni hafa það sem til þarf til þess að koma henni, bæði til þess að búa til vöruna og til þess að koma henni á markað. Hingað til hefur hugtakið englafjárfestingar verið lítið þekkt á Íslandi. En á síðustu árum höfum við séð aukningu í fjölda sprotafyrirtækja og aukinni áherslu á nýsköpun. Þá hefur þetta hlutverk orðið ennþá mikilvægara í því að koma þessum fyrirtækjum á laggirnar. Það sem komið mér mest á óvart við englafjárfestingar að sjá hvað í rauninni ótrúlega mikið til af góðum hugmyndum og flottu fólki. Það sem hefur komið mér kannski mest á óvart, þó ég hafi í raun og verið vitað það áður, er hvað það tekur langan tíma að byggja upp fyrirtæki og byggja upp vöru og hvað þarf að bregðast við mörgu, hvað er algengt að fyrirtæki þurfi jafnvel að fara í 90 gráðu beygju eða bregðast við upplýsingum sem að þau fá á leiðinni á markað. Við þurfum að fjölga englafjárfestum í Íslandi. Við erum lítið þjóð en með gríðarlega stór tækifæri þegar kemur nýsköpun og sprotafyrirtækjum. Með því að fjárfesta í fleiri sprotafyrirtækjum, með fleiri englum, aukum við líkurnar á því að fleiri fyrirtæki komast á laggirnar, öllu atvinnulífinu og samfélaginu á Íslandi til góðs. Mitt aldur þeirra sem að stíga sitt fyrsta skref í svona englafjárfestingum er að fjárfesta í einhverju sem fólk hefur einhverja innsýn í. Það það virkilega að hugsa strax hversu miklu peningum ætlar að eyða í þetta og langar fjárfesta bara einni hugmynd eða mörgum vegna þess að það mun alltaf koma önnur frábær hugmynd þannig að það er slæmt að vera búin að eyða öllu peningunum í eina. Að fara svolítið á eftir innsæinu. Ég held að skipti til dæmis máli ef þú þekkir frumkvöðulinn
og trúir á hann. Englafjárfestingar eru auðvitað í eðli sínu mjög áhættusamar. Ég myndi aldrei fjárfesta peningum sem ég hef ekki efnaði að tapa og ég myndi ekki gera ráð fyrir því að hver einasta englafjárfesting myndi skila mér einhverju. Þannig ég myndi horfa svolítið á þetta sem þannig að ég væri að byggja upp safn af fjárfestingum yfir tíma og ég fengi líka eitthvað annað út úr því heldur en bara return á fjárfestinguna sjálfa. Ef þú hefur áhuga á englafjárfestingum, þá viljum við hvetja þig til þess að kynna þér hugtakið enn frekar, til dæmis með því að fara inn á heimasíðu iSpan á iSpan.is, þar sem er að finna kynningar og almennt efni englafjárfestingar á Íslandi.